Velkomin aftur í bókaþjóðina. Til mín sestur Jón Hjaltason, sagnfræðingur. Vertu velkomin, Jón. Takk fyrir. Herðu, þú hefur nú aldeilis verið duglegur í ár, svo ekki sé nú meira sagt. Hér ertu mættu með 3 bækur. Já, þetta óttalegur rembingur, maður segja. En þetta gefur reyndar ekki alveg raunhæfa mynd af dugnaði mínu því að svo ég átíðan bara svona okkar á milli. Já. Að þá Saga Akureyrar svo stóra. Hún átti að koma út fyrir 2 árum en þá misti ég kjarkinn en fékk hann aftur núna þannig að þess vegna hún komin. Spennandi. Já, en við skulum kannski ræða hana eftir augnablik. Við ætlum að byrja á sögunum hann Markús sem nú heldur betur áhugaverðu kappi. Eins og bókin heitir Markús á flótta í 40 ár, öðruvísi Íslandssaga. Og þú segir hérna baklið Íslandssaga alþýðunnar. Það mikið til í því. Já, ég svona, ég að reyna að ná til hins almenna lesenda. Nota ævisöguna til þess að vekja áhuga ævisögur, svona kýtla okkur alltaf svolítið vona ég. Og þar legg ég út af ævi, Markús vissulega rauði þráðurinn, en ég legg út af ævi hans, þannig að ég pæli í því, ég hef aðeins nefnilega orðið var við það að fólk vil svona ýja það því að þarna væri komin enn ein karlrembusaga af því að Markús, 15 barna faðir með 8 konum og allt það. Lifði mjög áhugaverðu og svolítið ýktu lífi að mörgu leyti. Já, sérstaklega ýktu lífi. En þetta nefnilega, þessi ævi gefur tilefni til að maður skoði til dæmis konurnar sem komu við sögu í hans lífi og börnin sem komu. Þannig að ég legg út af hans barneignum, fjalla konurnar, ég fjalla börnin, reyna að segja frá þeirra kjörum, hvernig löggjafinn bjó að þessu fólki og þá kemur reyndar ýmislegt einkennilegt í ljós. Mér finnst og reyna að leiða því í rök í bókinni að löggjafinn hafi borið hag kvenna fyrir brjósti. Það voru sett lög til dæmis að karlinn átti ekki að eiga þess nokkurn kost að hlaupast undan því að framfæra barnið. Það voru sett 3 lög. Sem nú mikill framför frá miðöldum og stóradómi. Ég heldur betur. Og öllu sem gekk á þarna undan. Já. Það eru líka sett ítrekka lögum hvernig á að bregðast við þegar karlinn neitar faðerni. Já. Þá konan í klípu. Já. Löggjafinn sér það og hann setur það lög. Þannig að ég að velta fyrir mér þessari umgjörð konuna og börnin. Já. Og síðan fer ég að leita að dæmum það hvernig þetta var í raun og veru í framkvæmdinni. Og þá kemur náttúrulega stundum svolítið annað í ljós. Og menn voru meira að ströggla hér með það hvaða lög væru yfir höfuð í gildi og sýslumenn voru hreint ekki sammála það því þá voru þeir dómarar líka. Já, og getur eflaust verið mismunandi eftir stöðum, sýslum og öðru? Ég heldur betur. Bara hver við völdin hverju sinni? Já, þannig að menn túlkuðu þetta eiginlega í alla þær áttir sem mögulegt var að túlka þetta. Já. Þannig að svona koma þessir kaflar inn á milli þar sem ég að reyna að varpa frekara ljósi á þess ævi og náttúrulega það mjög athyglisvert að hann Eyfirðingur fæddur hér inn í Möðrufelli, Torfum sem var svona eitthvað kot út frá Möðrufelli og síðan flækist hann Eyjafjörðinn og fer yfir í Hörgárdal, Öxnadal og þar svona á vappi. Já. Mennirnir gengu svo mikið á 19. öld, það alveg hreint ólíkindum. En hvernig hann komst upp með það í þessu samfélagi, þessu eyfirska samfélagi að hegða sér eins og hann gerði. Já. Það finnst mér mjög áhugavert, tímalaust. Og þetta að því lítið til svona framlag til sögu Eyjafjarðar. Þetta héraðssaga að hluta. Hann hér í 40 árum það bil og svo hann seinni helminginn á flótta, hann eftirlýstur. Og lendir í fangelsi. Lendir í fangelsi, fer utan og situr þar, kemur aftur eftir 30 ára vist og það tekið við honum hér. Bara eins og venjulegum manni, hann búinn að afplána. Já, þrátt fyrir allt sem undan gengið. Já, hann búinn að afplána
og þá bara taka mennan þegjandi og hljóðlaust inn í samfélagi sem nú ekki alveg klárt og kvitt að menn gera í dag, sýnist mér á einu og öðru. Og hann fær að halda sko bara sínu framferði áfram. Hann fer frá konu til konu, konuna taka við honum og hann einhvern veginn, þetta svo, allavega þessu velti ég fyrir mér í bókinni hvernig stendur á því að samfélagið samþykkir hann áfram. Og svo þegar hann flýr, þá hann náttúrulega yfir, hann falinn þar, hann fer yfir í Skagafjörð og þar hann aftur falinn. Já, þannig að fólki tekur þátt í þessu. Já, og svo hverfur hann bara suður á land og það, sko, hann deyr ekki fyrir 1923. En lifir lengi. Lifir lengi, það vil að verða nýraður kallinn, eftirlýstur í 40 ár rúm og þar tekið við honum og það svona alltaf grunnsemdir á Kreiki að hann sé ekki sá sem að þykist vera þar, því hann náttúrulega, þar heitir hann alltaf öðru nafni, en menn hafa svona grunn að sé ykkur annar en einhvern veginn þetta svona samfélagi tekur við honum og lætur hann svona að mestu vera og þó heldur hann áfram að barna konur þar sem sko var ekki gott í þessu gamla samfélagi. Nei, og ekki í dag heldur, myndi ég nú segja. En aðeins áður en að tími rennur frá okkur, það önnur bók, Ótrúlegt en satt, saga Akureyrar í öðru ljósi. Já. Og það bókin sem komin út núna, við fengið að sitja aðeins í tölvunni. En hér við náttúrulega með svona mjög kannski hefðbundnara rit Akureyri. Já. Hér ertu ekki að fylgja ævi einhvers eins ákveðins, eins og í Markúsi. En afskaplega fallegt og álitlegt verk, marga myndir, stuttir kaflar, en í öðru ljósi, segir Já, þetta svona tilgangurinn með þessu riti bæði, þú sér hvernig brotið það stórt, þetta á að vera myndabók, þannig að hálfu þá á bókina fær okkur söguna í myndum og ég hef lagt mikla áherslu á að finna myndir, þannig að þarna eru nokkuð margar myndir, tölurfjöldi sem aldrei hefur komið á prent fyrr. Síðan þetta stuttir kaflar, þar sem eru tekin fyrir sko ákveðin málefni og kröfin til mergjar í hverjum og einum og þetta sko frá, ég byrja einhvers staðar aftur í öldum með kaflavalið og síðan alveg til vorra daga. Ég enda á svona umfjöllunum ákveðin bæjarstjóraskipti sem hér voru bara tiltölulega nýlega. Já. Og má sjá á forsíðu, meðal annars. Og gjarnan reyni ég að finna eitthvað svona sem á skjön, eitthvað svona sem kemur og óvart, svona vekur athygli og fræðir. Mér skipta miklu máli að fræða söguna og ekki verra þegar menn rekka upp stór augu og segja þetta vissi ég ekki, þessa mynd hafði ég aldrei séð áður. Akkurat, og sko skemmtilegt fyrir okkur, bara alla sem hafa gaman af bara héraðsvitund og sögu Akureyrar. Margt í henni, mér þótti til dæmis mjög gaman að sjá myndir af byggðaveginum. Ég alin upp á Suðurbrekkunni og einhvern veginn að sjá þessar gömlu myndir og áður en við hættum þá ætla ég rétt að minnast á og svo átti líka úrval gamasagna sem heitir Þessir Akureyringar. Við erum hérna fyrir norðan í þessu öllu saman. Já, þetta svona, mér þótti þetta við hæfi, hún reynda búin að vera á dagskrá hjá mér nokkuð lengi og svo þegar frændi minn gaf mér þennan undirtitil, þar sem góða veðri var fundið upp, þá gæti ég ekki á mig setið að nú hún bara að koma út hjá mér því að En þetta náttúrulega mun léttari tónn í þessari heldur en í hinum tveimur. Já, þetta eru gamansögur, en þó þetta svona ákveðin sagnfræði þessu líka, því þarna maður að halda til haga bæði því sem ort hefur verið bæinn, skemmtilegum setningum, atburðum, þar sem eitthvað hefur svona skemmtilegt, nýttið orðið. Og þannig að markmið með þessari bóku aðalega að vekja svona kátínu og bros og En þó að svona kannski fræðast örlítið leiðinni. Já, þannig að þetta gott ofan í okkar COVID-tíma og bara fá okkur til að hlæja. Eitthvað fyrir alla myndi ég tímalaust segja. Takk. En nú verðum við að segja það gott í dag. Þakka fyrir að koma til mín í Bókaþjóðina. Takk fyrir að bjóða mér. Og þátturinn verður ekki lengri að sinni. Við sjáumst aftur síðar. Takk fyrir að horfa. Bless.